Ég kom með skemmtilega konu á línuna hjá mér sem að heitir Eyrún Ævarsdóttir og hún er sirkuslistakona. Er það ekki rétt sem Eyrún? Jú, það er hárið. Góðan og blessaðan daginn. Daginn. Herri, þú ert hjá Sirkus Íslands og þið eru nú búin að vera svona aðeins á faraldsfæti með tjaldið ykkar. Já. Og eru búin að koma ykkur vel fyrir hérna á Selfossi í bæjargarðinum okkar, Sigtúnsgarðinum. Já. Yes. Og þið ætlið að vera hvað með sýningar hér helgina og er ekki líka sumar á Selfossi helgina? Jú, nefnilega, núna 2 vikur. Já. Það er bara mjög spennandi, sko. Er það ekki? Já. Ég kom á sýningu hérna hjá okkur fyrir einhverjum árum síðan og ég fór svona barnasýningu og mér fannst þetta mjög skemmtilegt. En þið eru með þrennskonar sýningar í gangi og það væri kannski gaman að fá kannski skýringar á því hvað hver og ein sýning býður upp á. Já, heyrðu, það er alveg rétt. Við erum sem með 3 mismunandi sýningar og nokkra sýningar af hverri. Það er aðalega kannski fjölskyldusýningin okkar sem heitir Róló. Hún er svona kannski aðalsýningin og er svona henta bara öllum aldurshópum. Og hefur bara gengið mjög vel. Við frumsýndum hana núna í sumar. Já. Eftir að við erum búin að vera að vinna að henni alveg í rúmt ár. Ok. Þannig að hún er sem sagt bara með svona öllum helstu sirkuslistunum og svona því sem við erum búin að vera að vinna í núna bara undanfarið og svona alveg nýjum kúnstum sirkuskúnstum. En svo er það aðalega líka með svona eins og sögutræði, þannig, svona þema. Og sem sagt sýningin gerist á leikvelli, heitir sem sagt Róló og við fylgjum sem með svona karakterunum sem eru þar, krökkum sem eru að leika sér og vinnumönnum og sem eru trúðarnir, svo þarna dýr, fuglar og kisa og ýmislegt. Þannig að þetta er svona, áhorfandinn kynnist svona, leikendunum aðeins betur og það er svona svolítið skemmtilegt, það er svona saga í sýningunni, Þannig að þetta er svolítið svona handrit sem að þið þurfið að búa til fyrir hverja sýningu? Já, þessi er með svona hálfgerð handriti og er bara svona eins og svona saga af þessum leikvelli. Svo þetta erum við aðra sýningu sem er fyrir yngri krakka, hún heitir Litli Sirkus og er sem sagt svona aðeins styttri, það er kannski svona helsti munurinn á þeim. Hún er ekki með hlé, bara svona 45-50 mínútur, hastar bara svona alveg yngstu krökkunum. Sem sagt, kannski ráði ekki alveg við Róló sem er 1,5 tími. Já. Og hún fjallar líka 2 strákar sem eru svona að leika sér í herberginu sínu og eiga rosalega skemmtilegan töfrakassa sem að ýmislegt kemur upp úr. Og þetta er líka vann. Og þetta er svona að vera að kynna yngstu krakkana fyrir svona sirkuslistinni. Ég skilji. Og svo erum við líka með 3. sýninguna sem er skynsemi sem að við höfum haft núna alveg í þó nokkur ár og alltaf gengir rosa vel. Það er fullorðinsýning, svona kabarett form á þeirri sýningu og hún er bara fyrir 18 ára eldri og þar erum við með vínveitingarleyfi, það er svona eina af aðalástæðum okkur, hún er bönnuð og heitir hún heitir skynsemi og er kannski endilega rosalega skynsamleg og það er sínt smá skinn, þannig að það er svona, maður búast við ýmsu og í þeirri sýningu leyfi okkur svona, kannski segja svona aðeins svona brandara sem kannski hefst ekki alveg öllum eyrum. Já, ég skilji. En þið ætlaði að vera með sýningar, þið ætlaði að byrja sýningar í dag? Já, fyrstu sýningarna hjá okkur í dag og það er Róló í dag og skynsemi í kvöld og ég reyndur það eitt að það bara 2 skynsemi sýningar á Selfossi, það er í kvöld og morgun. Okay. Þannig að ef fólk vil skella sér það endilega að drífa sig því að annars rennur tæk þeirra út. Ég skilji. En þið ætlaði ekki að vera með það á sumar á Selfossi helginni? Nei, það var ákveðið að svona hentaði betur með hitt. Ég skilji. En þið ætlaði að vera klukkan 4 í dag með Rólasýninguna og svo klukkan 8 kvöld með skynsemi? Já. Og svo eru 3 sýningar morgun? Þá eru allar 3 sýningarnar, Litli Sirkus, Róló og skynsemi líka. Ok. Þannig að það er alveg úr nógu að velja, Hvernig er svo best fyrir fólk að nálgast ykkur í sambandi við upplýsingar og slíkt? Það er hægt að fara inn á sirkusislands.is og það er hægt að sjá bara nánar upplýsingar hverja sýningu og að nálgast meðakaup á internetinu
sem að fer sérst í gegnum tix.is, líka hægt að finna okkur þar. Já. En svo líka bara hægt að koma við niður í Tjald og það sérst erum við með miðasölu sem alltaf opinn frá 12 eða klukkutíma fyrir sýningu ef það fyrir sem sagt sýning. Já. Þannig að endilega bara koma við í Tjaldið og kíkja á okkur sko, við erum alveg opið fyrir því. Já, ég get alveg staðfest það, það eru skemmtilega sýningar hjá okkur og maður einhvern veginn spáir svona, þið hljótið þurfa að vera í ágætis formi til þess að geta framkvæmt þessar kunstir sem þeir eru að gera. Já, einmitt, það er nefnilega alveg gaman að því að það er alveg, sko stór hluti af hópnum er alveg farin að bara vinna eingöngu við þetta og við erum bara að æfa allan á þessu sving og það fyrir rosalega mikið vinna í náttúrulega að bara halda þessu við og þjálfa upp þessar sirkuskunstir sko. Já, ég trúi því. Þannig að ég er sjálf loftuleika kona og hefur verið bara í mikilli þjálfun sko. Þannig að þú ert ekki loftrædd allavega? Nei, ekki allavega ef ég get það að halda mér í sko. Það finnst mér þetta. Þetta er mjög skemmtilegt hjá okkur og mikið lagt í þetta hjá okkur og virkilega gaman að fylgjast með ykkur. Já, einmitt, takk fyrir það. Það eru gaman að hafa ykkur hérna í bæjargarðanum hjá okkur hérna næstu tala. Já, einmitt, við erum svona að geta farið með sirkusin svona út allt sko í Tjaldinu. Það náttúrulega breytti alveg stöðunni fyrir sirkus á Íslandi bara þegar við eignumst þetta Tjald. Já, ég trúi því. Farið hvert á land sem sko. Akkurat. En við fáum kannski að vera líka í bandi við ykkur á Sumar og Selfoss og við verðum hérna í beinni útsendingu í Sigtúnsgarðinum á laugardeginum. Já, alveg endilega. Þannig að þá bara jafnvel reynum við að dobla ykkur til okkur í heimsókn. Já, það erum við til. Þannig að við heyrjumst með það, en gangi ykkur vel með sýningar helgarinnar og fólk getur nálgast á upplýsingar inn á síðan ykkar og hennar tix.is. Já. Og Facebook, Sirkus Íslands á Facebook. Já, nákvæmlega á Facebook, endilega. Erum gaman að heyri þér og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir kjalla. Já, bless. Ok, já, bless.